Sigríður Pétursdóttir, yfirdómari í meistaradeild. Nú keppnistímabilið lokið í þessu formi, meistaradeildinni. Hvernig þótti þið til takast? Mér þótti takast mjög vel. Í fyrsta lagi var náttúrulega fagmennskan að breytast bara til hins ofurbetra. Já. Maður sér svo mikill mun núna ár frá ári og það er svo gaman að fylgjast með. Það er líka annað sem er að gerast í þessu, það er tæknin og alls konar, sem gerir líka kannski vinnuna okkar aðeins svona kröfu meiri og erfiðari. Við erum myndið miklu nálar auga. Já, þetta er í beinni útsendingu. Það er spennandi. Það eins og hefur komið fram í viðtölum áður, það er allir á tánum. Já, allir á tánum. Allir á tánum. Hvað er svona sem þarf að huga að fyrir hvert kvöld, þú sem yfirdómari, fyrir og eftir? Hefur þetta ekki verið bara heilmikil vinna á bakvið sem að fólk sér kannski ekkert endilega? Jú, það er mikil vinna. Ég er að vísu líka partur af stjórninni. Já. Sem er svona kannski hægt að spá aðeins í hvort það sé gáfulegt. En þá eru boðlegir aðeins styttri og að mörguleiti er það mjög gott. En ég er til dæmis svona stundum í einhverju sjálfboðavinnu eins og núna ætti ég að vera að skrifa fréttir. En vinnan í kringum að vera yfirdómari er mjög mikil og MR ætlar að gera það vel. Því að það þarf að halda utan teymið og svo er gerð bara krafa í þessari deild að við séum ekstra þjálfuð. Já. Og hvernig hafið þið farið að því? Við náttúrulega reynum að undirbúa okkur fyrir hvert mót með því að tala saman og horfa á vídeó og aðeins svona samstilla okkar strengi. Svo hef ég sem sagt tekið mótin og greint og algjörlega niður í díteila. Sem er bæði mjög svona áhorfendur kalla eftir þessu svolítið. Það eru allir búin að vera að horfa á þetta í díteilum. Þannig að við gerum það líka og fáum svona útskýringar og ræðum. Þú veist hvað, var þetta góð ákvörðun eða var þetta ekki góð ákvörðun og hvernig myndum við gera þetta næst og bara læra á þessu. Og ég held að það sé svona kannski það sem að koma skal. Afsakið allir yfirdómara framtíðarinnar. En svona kannski í lokin, hvað finnst þér hafa einkennt þennan vetur? Ertu með eitthvað svona, ég veit þetta er bara, þetta svarið svo hratt og örugglega en? Já, mér varst við vorum undir meiri smásjá heldur en venjulega og mér varst mikið svona áreiti á okkur. Já. Og auðvitað stöndum við það alveg af okkur, en það má svona aðeins kannski fara að hugsa á svona til framtíðar hvernig þessi samskipti eiga sér stað. Já, og samskipti bæði knappa, dómara, áhorfenda, allra. Og allt þetta. Já, ég svona hef verið að hugsa það í vetur og kannski næmar einhvern tímann að smíða saman einhverja hugmynd fyrir fólk. En þetta er allavega búið að vera skemmtilegur og lærdómsríkur vetur og það er eins í þessum svo öðru, sá læri sem lifir, þannig að þið komið bara sterkt tilbaka núna í keppnistímabilið sem framundan er og svo auðvitað meistaradeildina næsta vetur, er það ekki? Algjörlega, og bara hlökkum til núna að fara út í mótin eins og það er búið að vera gaman að vera inni. Þannig að það var bara næstu verk. Glæsilegt. Sigríður, farðu nú að vinna í sjálfboðaliða störf fyrir meistaradeildina og takk fyrir spjallið.